Okkur sérst langaði að fara í eitthvað svona trúboðsferð eða hjálparstarfsferð og við höfðum kontaktaðila í Alaska, frábæran kontaktaðila. Hann heitir Shane og hann bara tók á móti okkur og okkur leið bara eins og í heimakirkjunni okkar. Það var svo vel tekið á móti okkur. Sérst fórum í ferð, unglingastarfi saman, bara Guði til dýrðar til að bæði að þjálfa okkur upp í að vinna í hjálparstarfi og það var bara svona einhver hugsjón sem ég var alltaf búin að hafa. Mér langaði að fara til útlanda og sinna svona hjálparstarfi. En aðdragandinn var langur og það náttúrulega þarf alltaf mikið skipulag þegar maður er að fara í svona stóra ferð með unglinga. Og við ákvaðum að hafa bara 16 ára og eldri sem maður mætti fara með. Og það var líka mjög erfið ákvörðun því okkur fannst leiðilegt að þurfa að kötta út yngri hópinn í unglingastarfinu. En við ákvaðum bara að reyna þá að hafa þetta sem hefð þannig að allir fengu einhvern tímann að fara í svona ferð, hefðu tækifæri til þess. Þurftum náttúrulega að safna fyrir ferðinni. Þurftum að skipuleggja ferðinni og geta svona presenterað hvað erum við að fara að gera og svona sýna fólki að þetta væri eitthvað sem væri þess virði að styrkja og við þurftum svolítið að búa til samstöðu. Fyrst hljómaði þetta ekkert voðalega vel að fara með heilan hóp frá Íslandi til Alaska. Guð var með okkur í þessu og við bara treystum honum. Byrjaði þannig að ég og Shane vorum að tala saman og bara fengum þessa hugmynd og ég talaði við Birki og honum leist vel á þetta. Svo talaði ég við staffið og þau voru alveg svona já, opin fyrir þessu. Héldu samt eiginlega að þetta væri svona klukkustunda löng hugmynd en við enduðum á því að fara og ég er bara ótrúlega þakklátt fyrir því að hafa fengið allan stuðninginn sem ég fékk frá bara unglingastarfinu, frá foreldrum, frá kirkjunni okkar hérna heima og síðast en ekki síst hvað allir tóku vel á móti okkur í Alaska. Og eitt svona vers tengt þessu sem mér svolítið hugleikið. Þreytumst ekki að gera það sem gott því að á sínum tíma munum við uppskera ef við gefumst ekki upp. Og þetta stendur í Galatabréfinu 7. kafla 9. vers. Og þarna bæði við þreytumst ekki á því að undirbúa ferðina og svo í ferðinni sjálfri þá voru líka áskoranir í ferðinni. Ég held að verða alltaf þegar fer svona stór hópur saman. En þetta voru áskoranir sem ég bara tókumst á við og já, gekk í rauninni allt saman mjög vel. Það var skemmtilegt, við gerum ýmislegt skemmtilegt saman og vorum líka bara að hjálpa til á mörgum stöðum. Ef ég ætti að nefna einhver dæmi, unglingaheimili, heimili sem unglingar geta komið á ef að þeir lenda í miklu ofbeldi heima hjá sér og hafa engan stað til þess að vera á. Og við vorum að hjálpa þar til að flokka föt, flokka flottustu fötin fyrir þau og reyna að selja hitt. Við vorum að hjálpa til í hjólabrettakirkju eða hjólabretta svona leikvangi sem var í rauninni einhvers konar gæsla fyrir börn eftir skóla. Kostaði bara eitthvað pínulítið og alltaf á föstudögum var haldin samkoma. Og við tókum þátt í því að byggja kirkju. Það verður spennandi að koma hana kannski einhvern veginn aftur og sjá hana fullreista. Þannig að það var mjög mikið og við sáum líka bara hvað við gátum gert mikið á þessum stað og af hverju getum við þá ekki gert það líka á Íslandi. Þannig að þessi ferð hefur núna svolítið leitt til þess að við erum farin að hugsa hvað getum við gert hér. Og við erum búin að bjóða fram aðstoð okkar og bíðum bara eftir því að fá að þjóna til annarra.